Þetta komið endur. Komið sæl 67. fundur sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar haldinn í Þingey, 5. 23. október árið 2025. Klukkan 13:00. Fundinn sitja Gerður Sigtryggsdóttir, Knútur Emil Jónasson, Halldór Þorlákur Sigurðsson, Jóna Björg Hlöðversdóttir, Árni Pétur Hilmarsson, Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir er fjarverandi, en í staðinn situr fundinn Guðrún Sigríður Tryggvadóttir, Eyþór Kári Ingólfsson, Arnór Benónísson, Haraldur Bóasson og Margrét Hólm Valsdóttir, sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslusvið sem einnig ritar fundinn. Ég þarf að byrja á því að spyrja hvort einhver gerir athugasemdir við boðun fundarins. Það hreyfir enginn við því. Nú þarf ég óska eftir að verði tekin hérna mál á dagskrá með afbrigðum. Það liður númer 4, fundargerð 42. fundar skipulagsnefndar sem haldinn var í morgun. Getið þið samþykkt að taka það á dagskrá. Samþykkt samhljóða. Eyþór, varstu ekki með hendina? Já, þakka fyrir. Enn fremur liður númer 5, fundargerð framkvæmd á veitunefndar frá 15. október. Þau ykkar sem geta samþykkt að það sé tekið á dagskrá og við selskið merkið samþykkt samhljóða. Og liður nr. 16 Austurhlíðarvegur 2 Laugarfiskur, umsókn byggingarleyfi fyrir loftreinsivirki. Þau ykkar sem geta samþykkt að taka það á dagskrá, sem ekki við merki, samþykkt samhljóða. Fyrsta mál er þá atvinnu- og nýsköpunarnefnd Þingeyjarsveitar sem hélt sinn 23. fund á dögunum. Fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð atvinnu- og nýsköpunarnefndar frá 13. október. Fundargerðin er í 3 liðum og engir liðir þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Arnór ætlar að fara yfir fundargerðina. Oddviti. Ég ætla að renna yfir fundargerð 23. fundar atvinnu- og nýsköpunarnefndar Þingeyjarsveitar sem var haldinn 13. október síðastliðinn. Fundið sátu Hallgrímur Páll Leifsson, Snæþór Haukur Sveinbjörnsson, Arnór Benónísson og Jón Þórólfsson. Soffía Kristín Jónsdóttir boðaði forföll á síðustu stundu svo ekki var kallaður inn fundarritari í hennar stað. Fundargerð ritaði Ingimar Ingimarsson og ég ætla að renna yfir hann hratt og fast. Fyrsti liður á dagskrá var framkvæmdasjóður ferðamannastaða, auglýst eftir styrktarumsóknum. Við rennum yfir þessa auglýsingu og umsóknarfrestur rennur út klukkan 13. 4. nóvember næstkomandi og við bókuðum eftirfarandi. Nefndin felur sviðsstjóra að vinna áfram þær umsóknir sem þegar eru í vinnslu en þær eru Þeistareykir, Aldeyjarfoss, Höfði og göngu- og hjólreiðastígur kringum Mývatn. Nefndin felur sviðsstjóra að auglýsa á vef sveitarfélagsins umsóknarfrest fyrir styrki frá framkvæmdasjóði ferðamannastaða og aðstoða þá sem vilja sækja um. Og annar liður var atvinnustefna Þingeyjarsveitar. Það er unnið að gerð atvinnustefnu Þingeyjarsveitar. Minnisblað sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs var lagt fram og ég ætla svona sveitarstjórn til upplyftingar að renna í gegnum það minnisblað. Og forsögan er svo að atvinnustefna Þingeyjarsveitar er í vinnslu og byggir á heildarstefnu sveitarfélagsins fyrir árin 2024 til 2030. Samkvæmt fundargerð atvinnu- og nýsköpunarnefndar frá 31. mars 2025 eru eftirfarandi lykilatriði í mótun atvinnustefnunar. Að byggja á heildarstefnu Þingeyjarsveitar 24 til 2030, að nýta gögn úr samráðsfundum sem haldnir voru við gerð heildarstefnunar, að nýta gögn úr verkefninu auknar fjárfestingar á Norðurlandi eystra sem unnið er í samstarfi við SSNE, að yfirfara gögn úr verkefninu nýsköpun í norðri með það að markmiði að nýta þau í atvinnustefnuna. Nú, þetta er, ég ætla ekki að renna yfir allt þetta minnisblað, en við bókuðum síðan þetta mál eftirfarandi. Þetta eru lykilatriðin sem við leggjum út frá og við erum auðvitað alltaf að vinna meira og minna í þessum stefnum út frá heildarstefnunni. En við bókuðum að nefndin felur sviðsstjóra að setja saman uppkast að stefnunni fyrir næsta fund nefndarinnar. Nefndin leggur áherslu á að atvinnustefnan sé skýr og hnitmiðuð svo auðvelt verða að vinna eftir henni. Og þá er það 3. liður á dagskrá þessa fundar. Það er búnaðarstyrkur, minka- og refaveiðimenn
og nefndin fór yfir reglur úthlutun styrkja til búnaðarkaupa minka og refaveiði fólks sem sveitarfélagið á að úthluta árlega samkvæmt 4. grein reglna refa- og minkaveiðar. Nú, við ræddum þetta aðeins fram og tilbaka, þetta er ekki eins einfalt eins og það hljómar, en við bókuðum síðan að nefndin felur sviðsstjóra að auglýsa eftir umsóknum búnaðarstyrkin á heimasíðu sveitarfélagsins og sérstaklega til veiðimanna í gegnum tölvupóst. Nú, fundi lauk klukkan 11:30. Takk fyrir þetta. Næsta mál á dagskrá skipulagsnefnd 41. fundur. Fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð frá 15. október í 15 liðum og liður 15 þarnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég ætla að fara hérna yfir fundargerðina snöggvast. Ég ætla að hafa það háttinn á að varðandi til að fá samfellu í umfjöllunum fundargerð nefndarinnar sem að venju umfangsmikil, þá ætla ég að biðja ykkur að gefa merki ef þið viljið taka til máls undir hverjum liði fyrir sig án þess að ég sé að kalla eftir því sérstaklega. Fundurinn var haldinn 15. október eins og áður segir og við byrjuðum á því að bjóða nýjan skipulagsfulltrúa Brynju Dögg Ingólfsdóttur velkomna til starfa og fyrsti liður fundarins vegagerðin, beiðni breytingu á stoppistöð í Fnjóskadal. Á fundi skipulagsnefndar þann 17. september 2025 var tekin fyrir beiðni frá vegagerðin breytingar á stoppistöð vegna nýs leiðakerfis sem á að taka gildi 1. janúar 2026. Málinu var frestað og óskað eftir fundi með fulltrúum vegagerðarinnar vegna almenningssamgangna, skipulags og uppbyggingu. Hulda Rós Bjarnadóttir, sérfræðingur í almenningssamgöngum frá vegagerðinni, kom á fundinn undir þessum lið. Við áttum með leyfi átvita gott spjall við hana þessi mál, vítt og breytt. Taka gildi 1. janúar 2026. Málinu var frestað og óskaði og þakkaði fyrir þetta. Nefndin bókaði svo: skipulagsnefnd þakkar Huldu Rós fyrir komuna. Nefndin leggur til að stoppistöð við Fnjóská verði á plani við gatnamótin á þjóðvegi 1 við Fnjóskadalsveg eystri númer 835 til að tryggja umferðaröryggi. Mikilvægt að stoppistöð var í dreifbýli, að við stoppistöð var í dreifbýli sé pláss fyrir bílastæði til þess að strætó geti nýst samfélaginu og ferðamönnum sem best. Einnig var bent á að stoppistöð við Kross á gatnamótum þjóðvegar 1 og norðaustu vegar númer 85 verði staðsett að núverandi plani vestan gatnamótana. Skipulagsnefnd minnir á að við framtíðar skipulag leiðanets og stoppistöð við sveitarfélaginu þarf að nota stoppistöðun á Laugum og tengja þannig eina framhaldsskólan á landinu sem ekki tengdur við almenningssamgöngur. Mál nr. 2, náttúruhamfaratrygging varðandi upplýsingar til almennings varðandi byggingar á viðkvæmum svæðum. Fyrir skipulagsnefnd liggur bréf til kynningar frá Náttúruhamfaratryggingu Íslands hvað varðar áhrif 16. greinar laga nr. 55 frá 1992 ef byggingar eru reistar á svæðum sem fyrirfram vitað að séu sérlega næm fyrir náttúruhamförum sem eru bótaskildar hjá Náttúruhamfaratryggingum Íslands. Með leyfi varátvita þarna spunnust umræður varðandi þessar skilgreiningar því að auðvitað búum við á það stóru svæða, það eru margar margar hættur sem að okkur steðja. Bókun skipulagsnefndar hljómar svo: skipulagsnefnd þakkar fyrir bréfið. Sveitarfélagið hefur unnið greiningar á náttúruvá í tengslum við gerð aðalskipulags þar sem að í Þingeyjarsveit eru margs konar náttúruvár. Þriðja mál var skógrækt, bréf með ályktun varðandi skipulagsmál hjá sveitarfélögum. Sveitarstjórn vísaði til nefndarinnar bréfi frá Skógræktarfélagi Íslands með ályktun sem var samþykkt á aðalfundi félagsins nýverið. Ályktunin er svohljóðandi: aðalfundur Skógræktarfélags Íslands haldinn að Varmalandi í Borgarfirði dagana 29. til 31. ágúst 2025 beinir því til sveitarfélaga að skógrækt verði ekki háð framkvæmdaleyfi umfram það sem gildir annan landbúnað. Skipulagsnefnd bókaði svo:
Skipulagsnefnd þakkar bréfið en tekur ekki undir sjónarmið Skógræktarfélags Íslands. Sveitarfélagið metur það í hverju tilfelli hvort framkvæmdir séu framkvæmdaleyfi skyldar í samræmi við reglugerð þarum. Sérstaklega tiltekið í reglugerð að nýræktun skóga geti verið framkvæmdaleyfi skyld. Skipulagsnefnd beinir því til Skógræktarfélag Íslands að gæta að upplýsingagjöf til skógarbænda að sækja þurfi framkvæmdaleyfi til sveitarfélagsins. Mál númer 4 Grímsstaðir í Mývatnssveit, strenglögn og spennistöð, umsókn framkvæmdaleyfi. Það sem að Rarik óskar eftir lagningu háspennustrengs og uppsetningu spennustöðvar vegna hindhugar að Gámavelli. Ég ætla að leyfa mér að hlaupa aðeins hratt yfir þessa næstu einföldu bókanir þó að sé hægt að lesa þær betur. Bókun skipulagsnefndar þannig skipulagsnefnd telur framkvæmdin ekki vera meiri háttar en líklega til að hafa áhrif á umhverfið eða breyta ásýnd þess. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við framkvæmdina og heimilar hana án framkvæmdaleyfis í samræmi við 4. grein reglugerðar framkvæmdaleyfi. Vakin athygli framkvæmdar aðila á því að leyfi Náttúruverndarstofnunar þarf fyrir framkvæmdum innan verndarsvæðis Laxárs. Mál númer 5 strenglögn í Laxárdal, umsókn framkvæmdaleyfi þar sem óskað framlenging og gildistíma framkvæmdaleyfis sem snýr að strenglögn frá Halldórsstöðum að Laugum í Reykjadal en hefur ekki náðst að framkvæma og leyfið útrunnið. Og skipulagsnefnd hún samþykkir að framlengja gildistíman og leggur áherslu á vandaðan framgang. Mál númer 6 Kaldakinn, strenglögn og spennistöð, umsókn framkvæmdaleyfi þar sem Rarik fyrirhugar lagningu háspennustrengs og uppsetningu spennustöðvar vegna styrkingu dreifikerfis í Kaldakinn. Skipulagsnefnd bókar þannig að hún telur framkvæmdin ekki meiri háttar en líklega til að hafa áhrif á umhverfið að breyta ásýnd þess og heimilar hana án framkvæmdaleyfis. Mál númer 7 einnig strenglögn nema þarna Hofstaðir í Mývatnssveit, umsókn framkvæmdaleyfi þar sem Rarik hugar að lagningu háspennustrengs frá veiðhúsinu Hofi að Hofstöðum. Jafnframt verður loftlínan fjarlægð á samkafla. Leiðin 3 km og þar á 400 metrar inn á friðuðu svæði Mývatns og Laxár. Strengurinn verður plagður meðfram vegi og sýnir reynslan að plógfarið verði illgreinanlegt innan nokkurra ára. Skipulagsnefnd bókar þannig hún telur framkvæmdin ekki meiri háttar og heimilar hana án framkvæmdaleyfis en vekur athygli framkvæmdaraðila á að leyfi Náttúruverndarstofnunar þarf fyrir framkvæmdum innan verndarsvæðisins. Mál númer 8 Hraunvegur, umsókn byggingaleyfi fyrir geymsluskúr þar sem Baldur Kristjánsson fyrir hönd The Little Fish Company óskar eftir að byggja geymsluskúr við Hraunveg 8 og leggur fram teikningar og gögn þess varðandi málið. Skipulagsnefnd bókar svo: skipulagsnefnd leggst gegn byggingum á reitnum sem hafa áhrif á ásýnd hússins frá þjóðvegi. Nefndin hafnar erindinu þar sem það innan helgunarsvæðis vegagerðarinnar utan byggingareits og ekki jákvætt fyrir ásýnd svæðisins sem með vísan í gildandi aðalskipulag og hlutverk þess sem miðsvæðis. Sækjandi bent á að leita annarra lausna. Og þess ber að geta að starfsmenn sveitarfélagsins hafa fundað með viðkomandi og að vinna að málinu. Mál númer 9 merkjalýsing, Föndurhornið, stækkunar lóð, þar sem lögð frá merkjalýsing og skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landsskiptagerðina enda samræmist hún skipulagsáætlunum og telur að stofnunin hafi ekki áhrif á búrekstrarskilyrði jarðarinnar. Mál númer 10 veturliðastaði merkjalýsing, lögð frá merkjalýsingur fyrir lóðurlandi veturliðastaða. Þarna sama skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við landsskiptagerðina en bendir á að þrátt fyrir að landsskiptagerð samræmist skipulagsáætlunum þá veitir samþykkt hennar enga heimild fyrir framkvæmdum og lóðum. Nefndin telur að stofnun lóðurinnar hafi ekki áhrif á búrekstrarskilyrði jarðarinnar. Sandar 1 og 2 merkjalýsing, lögð frá merkjalýsing fyrir lóðir úr landi Voga og sóttur að nýjar lóðir fái staðfengin Sandar 1 og 2. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landskiptin sem slík en beinir því til umsækjanda að finna annað staðfang þar sem þetta líkist öðrum staðföngum í
sveitarfélaginu var mikið og þar sem gögnum í málinu er ábótavant þá er málinu frestað. Lið nr. 12 er Gautlönd, lóðastofnun og merkjalýsing þar sem er lögð fram merkjalýsing fyrir lóðir á landi Gautlanda, nýjar lóðir frá staðfengin Ásgeirsholt og Gautaholt. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við landsskiptagerð enda samræmist hún áætlunum en bendir á að þrátt fyrir að landsskiptagerð samræmist skipulagsáætlunum veitir samþykkt hennar enga heimild fyrir framkvæmdum á lóðum. Nefndin telur að stofnun lóðarinnar hafi ekki áhrif á búrekstrarskilji jarðarinnar, samanber lög þarum. Mál nr. 13 er lóð fyrir hleðslustöðvar, lögður fram fyrirspurn frá Orku náttúrunnar lóð við Hraunveg fyrir 2 hraðhleðslustöðvar. Skipulagsnefnd hafnar kynntri staðsetningu enda samræmist hún ekki deiliskipulagi. Nefndin felur skipulagsfulltrúa að vinna málið áfram og ég veit til þess að það samtal er hafið. Mál nr. 14 fyrirspurn varðandi byggingarleyfi veituhús innan mannvirkjabeltis M9 frá Þeistareykjum þar sem Landsvirkjun áformar að sækja byggingarleyfi fyrir veituhús innan mannvirkjabeltis M9 á Þeistareykjum. Fyrirtæki óskar eftir afstöðu þingasveitar hvort áformin rúmist innan heimilda gildandi deiliskipulags með vísan í kafla 376 í greinargerð og með vísan til 3. málsgreinar 43. greinar skipulagslaga. Skipulagsnefnd bókar þannig að hún staðfestir skilning Landsvirkjunar á skilmálum deiliskipulags Þeistareykjavirkjunar og Landsvirkjun getur því sótt byggingarleyfi fyrir veitumannvirki í samræmi við framlögð gögn á grundvelli gildandi deiliskipulags. Mál nr. 15 Svartaborg óveruleg breyting á deiliskipulagi verður tekin fyrir hérna undir á dagskrá sveitarstjórnar hér á eftir. Þá hef ég lokið þessar yfirferð. Vil einhver yðar taka til máls varðandi efni fundargerðarinnar, svo er ekki. Og þau ykkar sem geta staðfest þessa fundargerð vinsællega skeiða merki. Ég held ég hafi ekki glemt því varðandi atvinnunefndina. Jú, þá ætla ég aðeins að vippa mér aftur í lið nr. 1 og ég ætla að biðja ykkur að það sem Arnór fór í fundargerð hérna áðan. Ég ætla að bera það undir ykkur hvort þið getið staðfest á fundargerð vinsællega skeiða merki. Og það er staðfest. Það má vel vera þessi fundarsköp sé ekki alveg hefðbundin en þau verða að duga. Mál nr. 3 Fræðslu og velferðarnefnd Þingeyjarsveitar 29. fundur fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 29. fundar fræðslu og velferðarnefndar frá 16. október í 12 liðum og liður nr. 3 þarnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Jóna Björg ætlar að fara yfir þessa fundargerð. Já, takk Oddviti. Í forföllum Ragnhildar formannsnefndarinnar ætla ég að fara aðeins yfir fundargerðina. Fundurum var haldinn þann 16. október síðastliðinn þar sem að allir aðalmenn mættu, það séu Ragnhildur formaður, Gunnhildur Hinriksdóttir sjálfsög, Anna Bragadóttir, Sigurbjörn Árni Arngrímsson og Böðvar Baldursson og fundinn ritaði Hjördís Albertsdóttir, sviðsstjóri fjölskyldusviðs. Þá sátu fundinn áheyrnarfulltrúar skólasjóðundu Þingeyjaskóla og fulltrúi foreldra úr leikskóla, fulltrúi foreldra úr grunnskóla, fulltrúi starfsfólk grunnskóla og fulltrúi starfsfólks leikskóla. Og á fundinum voru eins og kom fram 12 erindi. Fyrst var fjallað verkefni sem heitir Janusarverkefni, heilsuefling eldri borgara þar sem fór fram kynning frá framkvæmdastjóra Janusar, heilsueflingar og verkefni þeirra í sveitarfélögum víðs vegar um landið til eflingar líkamlegrar og andlegrar heilsu eldri borgara. Og það var hann Ragnar Örn sem að kynnti og nefndin þakka honum fyrir og fól jafnframt sviðsstjóra að heyra í umsjónarmönnum starfs eldri borgara í Þingeyjarsveit og óska eftir að kannaður verður áhugi á skipulega hreyfingu eldri fólks með áherslu á styrktarþjálfun. Þetta var þá hugsað sem hrein viðbót við það sem að nú er og kemur í ljós og kemur það væntanlega bara aftur á borð okkar í sveitarstjórn eða fræðslunefndar eftir því sem málinu vindur fram. Þá var næsta mál á dagskrá umfjöllun aldurstakmark á þorrablót og
Þetta er eldra mál en það var lagt fyrir nefndina svör við tilmælum fræðslunefndar frá því í vetur til Þorrablótsnefnda í Þingeyjarsveit, Þorrablótsnefndana sem nú er að hefja störf varðandi 18 ára aldurstakmark á Þorrablót. Og þetta var eins og fram hefur komið kynnt Þorrablótsnefndum og þaðan báru svör og nefndin þakkaði erindið og með velferð ungmenni í huga þá beinir nefndin þeim tilmælum til Þorrablótsnefnda í sveitarfélaginu að hækka aldurstakmark á Þorrablótin í að lágmarki 17 ár miðað við fæðingarár og sviðsstjóra falið að koma tilmælum til skila. Nú þá liðið númer 3, það varst erindi frá skólaþjónustu Þingeyjarsveitar, beinum að ráðin starfs- og námsráðgjafa 50% starf. Þetta verður afgreitt sérstaklega en þess ber að geta að ræða lögbundi verkefni sveitarfélagsins og nefndin tók jákvætt í erindið og velti á sama tíma fyrir sér hvort að náms- og starfsráðgjafi gæti sinnt fleiri verkefnum innan veggja skólaþjónustunnar og vísaði svo erindinu til sveitarstjórnar. Nú þá var lögð fram breyting á skóladagtali Reykjahlíðarskóla og það samþykkt og þá kom til nefndarinnar hvatning frá sveitarstjórn þess efnis að fræðslu- og velferðarnefnd sendin umsókn frumvarp til breytinga á lögum snjalltæki sem að sveitarstjórn fjallaði á síðasta fundi sínum og fræðslunefnd lítur svo á að það hljóta að vera á forræði einstakra skólastjórnenda og kennara að stýra snjalltækjanotkun í skólastarfi. Að því sögðu styður nefndin heilsu og símakvíld innan skóla og hefur slík kvíld reynst vel til dæmis í Þingeyjaskóla. Nefndin fól svo sviðsstjóra að skilin umsögnin samráðsgátt. 7. mála dagskrá, þar var kynnt þáttaka í farsældaráði Norðurlands en það mál var einmitt á fundi síðasta fundi sveitarstjórnar og lagt fram til kynninga þar. Þá númer 7 var munnlegt erindi frá sviðsstjóra kvennaverkfall þann 24. október næstkomandi á morgun og þar hvatti nefndin til þáttöku í kvennaverkfalli þann 24. október á morgun. Þetta voru mál sem voru kynnt, almenn mál á fundinum og jafnframt voru svo kynnt nokkur mál í viðbót. Þar á meðal heillaspor, styrkveiting eða staðfesting og styrkveitingu frá mennta- og barnamálaráðuneyti til verkefnisins heillaspor í Þingeyjarsveit sem er í samstarfi við Fjallabyggð. Og nefndin fagnaði auðvitað styrkveitingunni og svo verður nefndin svo fær fleiri upplýsingar frá skólaþjónustunni verkefnið til að fylgjast með. Þá var lögð fram ársskýrsla Barnaborgar og Krílabæjar fyrir liðið starfsár. Þá var lagð fram starfsáætlun leikskóla Þingeyjarsveitar fyrir komandi ár. Þá var lagð fram starfsáætlun grunnskóla Þingeyjarsveitar fyrir komandi ár, allavega Stóri-Þjóðaskóla Reykjahlíðarskóla og að lokum gerðu Jóhann Rúnar skólastjóri tónlistar og grunnskóladeildar Þingeyjaskóla og Nanna Martinsdóttir skólastjóri leikskóladeildar Þingeyjaskóla grein fyrir skólastarfinu þar sem af var vetri og fundur var settur 14:30 og lauk klukkan 17 og þá held ég að ég hafi náð að koma öllu á framfæri sem að formaður fól mér. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jóna. Næsta mál á dagskrá sveitarstjórnar er skipulagsnefnd 44. fundur fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 42. fundar frá því núna í morgun. Hún er í einum lið og hann er til afgreiðslu sem liður 15 á dagskrá þessa fundar. Liður númer 5 er framkvæmda. Ég byrst afsökunar, ég gleymi þess aftur. Það er rétt. Að lokinni yfirferð Jónu þá býð ég sveitarstjórna að staðfesta fundargerðina með ég er ekki að merki og það, hún er staðfest samhljóða, staðfest samhljóða. Ok, númer 5 framkvæmda á veitinefnd fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð framkvæmda á veitinefndar frá 15. október. Jóna Björg gerir grein fyrir henni.
Já, oddviti. 7. fundur framkvæmda og veitunefnda var haldinn hérna í Þingey 15. október síðastliðinn og hófst klukkan 1 og fundin sátu allir aðalmenn nefndarinnar, Knútur Emil, Haraldur Bóasson og Jóna Björg ásamt starfsmönnunum Ingimari og Rögnvaldi og fundargerðina ritaði Ingimar sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs. Fyrsta dagskrá var yfirferð sviðsstjóra yfir drög að frumkostnaðaráætlun fyrir fjárhagsáætlun sem var unnið var að Eflu. Það verið að vinna áfram að kostnaðaráætlun og svona undirbúning í veituframkvæmda næsta árs og næstu ára. Þá fór sviðsstjóri í öðru lagi sviðsstjóri og umsjónarmaður fasteigna yfir stöðu framkvæmda í sveitarfélaginu. Nú fyrir að fara að síga seinni hluta framkvæmda tímabilsins. En helstu atriðin frá því að nefndin hefði fundað síðast var að framkvæmdu lauk við búningsklefa í Ídölum sem afar ánægjulegt og við fjölluðum á síðasta sveitarstjórnarfundi og framkvæmdu lauk jafnframt við salerni í Þingeyjaskóla sem okkur bárust einmitt líka erindum. Framkvæmdum lauk við aðstöðu að Hlíðavegi 6. Framkvæmdum við aðstöðu á gámaplani á Grímsstöðum í Mývatnssveit að ljúka og þá bókaði nefndin og því miður held ég að það hafi ekki tekist vegna snjóa að malbikun færi fram við plan við íþróttamiðstöðina og við innkristli hérna á þjóðvegi 1 við Dalakofa og það bara, ég tel að það hafi ekki tekist. En þá hófust framkvæmdir við lóð á Melgötu 6 við Stórtjarnarskóla, eða við Stórtjarnir og leitað hefði verið tilboða í gerð brúa á göng og hjólreiðastíg við Mývatn. Auk þess var farið yfir mörg önnur verkefni sem annarkvort í vinnslu að komast á vinnslustigi eða undirbúningi og nefndin þakkaði starfsmönnunum yfirferðina en leggur svo til við sveitarstjórn að í ljósi þess að ekki takist að ljúka allir verklega framkvæmdum innan fjárhagsáætlunar þessa árs að færa til fjármagn til þess að ljúka framkvæmdum, það er að fara í gluggaskipti í Parhúsi við Þingeyjaskóla og kemur það þá til umræðu innan viðauka. Og að lokum var svo bara næsti fundur í nefndinni boðaði 30. október næstkomandi eftir viku. Fundi slitið klukkan 14:52. Þakka þér fyrir, Jóna Björg. Nú, vill einhver taka til máls undir þessari fundargerð? Svo ekki, þá lesa það bara með þér. Aðeins að forma loka hendi á formun bókunnar en ég ætla að hingra með að lesa þangað til búið að skrifa, annars verður þetta svo langur lestur. Engin pressa. Og þá til að þau ykkar sem geta staðfest þessa fundargerð að öðru liti nema þá þessa bókun í samkemerki og svo kemur þarna tillagan frá nefndinni sem að sveitarstjórn bókar þannig sveitarstjórn samþykkir að færa til fjármagn til að ljúka framkvæmdu við Parhús í Þingeyjaskóla. Þau ykkar sem geta samþykkt það í samkemerki og svo til að vega upp á móti slakri fundarstjórn þá núna lokið yfirferð fundargerðar nefnda og þá ætla ég að fara að hafa orðið laust allar fundargerðir nefnda ef þið viljið taka til máls. Svo ekki. En þá komið að lið sem að skemmtilegur. Þá komið að skýrslu sveitarstjóra þar sem voru flutt hér tilkynningar. Gerður Sitrisdóttir. Oddviti og sveitarstjórnarfulltrúar. Þar sem engin sveitarstjórapistill hefur nú verið fluttur síðan í lok júní síðastliðinn, þá verður hér stiklað svona stóru helstu verkefni sumarsins.
Ný sveitastjóri hefur á fyrstu dögum í nýju starfi lagt sig fram að kanna stöðu hinna fjölmörgu verkefna sem í vinnslu hjá starfsfólki sveitafélagsins. Samkvæmt áherslum sveitastjórnar verður á þessu síðasta misseri kjörtímabilsins litið inn á við og leitast við að ljúka sem flestu verkefnum sem hafin eru. Íbúafjöldi nú 1609 en var 1588 í lok júní í ár og hefur aukist þar með rúmt prósent. Í byrjun ágúst var sveitastjórnarfulltrúum boðið á kynningu í Vettvangsakademíunni á Hofstöðum í Mývatnssveit. Gestir nutu bæði fróðleiks og góðra stemningar í hlýju og mildu veðri. Vettvangsakademían á Hofstöðum samstarfsverkefni Háskólans á Hólum, Háskóla Íslands, Minjastofnunar Íslands í samvinnu við Urðarbrunn menningarfélag, hið Þingeyska fornleifafélag og Þingeyjarsveit. Markmið hennar að skapa þverfaglegan vettvang fyrir rannsóknir, kennslu og miðlun menningararfs í bland við ferðamálafræði og hönnun. Þann 30. september áttu sveitastjórnarfulltrúar og sveitastjóri fund með þingmanni kjördæmisins á kjördæmaviku sem fram fór á Akureyri. Þar var farið yfir helstu áherslumál Þingeyjarsveitar gagnvart þingmanni kjördæmisins, þar sem að samgöngumálin eru jafnan efst á baugi. Einnig var þar imprað á skattlagningu orkumannvirkja, tekjustofnum sveitafélaganna og fleiri málum sem að sveitastjórnarfulltrúar hafa gjarnan verið að halda á lofti gagnvart þingmönnum svona undanfarin ár. Fjármálaráðstefna sveitafélaganna var síðan haldin í Reykjavík 1. og 2. október með þátttöku sveitastjórnarfulltrúa og sveitastjóra. Á dagskrá fjármálaráðstefnunnar voru að vanda áhugaverð erindi hinna fjölmörgu áskoranir í rekstri sveitafélaganna. Áhugasömum bent á að unnt að horfa á erindi ráðstefnunnar á síðu Sambands íslenskra sveitafélaga. Í sömu ferð satt sveitastjóri einnig ársfundi Jöfnunarsjóðs. Af umhverfis- og framkvæmdasviði er svona helstu fréttir þessar. Brynja Dögg Ingólfsdóttir ný skipulagsfulltrúi hóf störf hjá sveitafélaginu síðustu mánaðamót og hún boðin velkomin til starfa. Anna Bragadóttir hefur sinnt starfi skipulagsráðgjafa sveitafélagsins síðustu misseri og henni færðar bestu þakkir fyrir samstarfið. Umferðaröryggisáætlun var samþykkt í ágúst og hefur aðgerðaráætlun hennar verið vísað til skipulagsnefndar og til umfjöllunar og afgreiðslu og nefndin þegar byrjuð að vinna úr úrbóta áætlun umferðaröryggisáætlunarinnar í samráði við vegagerðina. Göngustígur við Mývatn, malbikun þessa árs áfanga lokið en því miður ýmis frágangur enn eftir. Leitað hefur verið tilboða í gerð brúa á stígnum. Gámaplanið á Grímsstöðum var malbikað síðastliðið vor og nú beðið eftir að Rarik tengi rafmagnið. Aðstöðuhús komið á staðinn og verður tekið í notkun þegar rafmagnið hefur verið tengt. Í Reykjahlíðarskóla þar var endurnýjuð forstofa og salerni. Gangstéttir og gangstéttakantar við Klapparhraun voru malbikaðir. Ég segi það sumt af þessu kannski búið að koma fram í skýrslu framkvæmda eða fundagerðum framkvæmda og veitunefndar en góð vísa aldrei of oft kveðin. Viðgerði hluta húsins að Hlíðavegi 6 var lokið þar sem sá hluti húsins sem metinn ónothæfur var lokaður frá Mikley sem nú að fara aftur í notkun. Og íþróttamiðstöðin, þar var brunaútgangi komið í það horf þannig að hann stæðist öryggiskröfur og komið upp neyðarhnappi, öryggismyndavélar einnig endurnýjaðar í Sundlaugin og Laugum. Ein af íbúðum innan Þingeyjaskóla var endurnýjuð og stigahús í Þingeyjaskóla eldvarið, settar eldvarnar hurðir inn í íbúðir og eldhús eldvarið frá íbúð. Forstofa og salerni í Þingeyjaskóla voru einnig endurnýjuð og því verkefni lokið. Búnings- og sturtuklefar í Ídölum voru málaðir og sett á nýju gólfefni, því lokið. LED-væðing búin að vera í gangi og núna nýlega hafa verið íþróttasalirnir bæði Ídölum og IMS hafa verið LED-væddir og skólastofur í Stórutjarnaskóla einnig. Þetta verkefni sem verður haldið áfram með. Komið var upp brunaviðvörunarkerfi í Stórutjarnaskóla.
Framkvæmdir við varanlegt húsnæði fyrir leikskólan Tjarnaskjól munu væntanlega hefjast í janúar og nú unnið að því að finna tímabundna aðstöðu fyrir leikskóladeildina á meðan á framkvæmdum stendur. Nú Innbær hér á Laugum hefur fengið andlitsupplýftingu með málin. Efri hæð Vallarhúsins á Laugum fekk lítilsháttar viðhald, gólfefni, eldhúsinnréttingu og gestaaðstöðu. Gamla búðin í Vaglaskógi var rifin í sumar og í gær fór fram fyrsta og önnur af 3 kynningum á tillögu aðalskipulagi Þingeyjarsveitar. Fyrri kynningi fór fram í Skjólbrekku og svo síðar í Ídölum og var þáttaka íbúa ljómandi góð. Þriðja og síðasta kynningin verður síðan haldin í Stórutjarnaskóla klukkan 4 í dag. Að fjölskyldusviði var maður kannski fyrst nefna að útboð hjúkrunarheimilis á Húsavík hefur verið auglýst. Árið 2021 var skóflustunga tekin að nýju hjúkrunarheimili við Auðbrekku og í kjölfarið grafið fyrir grunni hússins. Ekkert varð hins vegar á sjálfri byggingu hjúkrunarheimilisins en með þessu útboði framkvæmdasýslunnar núna hillir undir að framkvæmdir verði loksins að veruleika og það mjög ánægjulegt fyrir íbúa svæðisins. Leik- og grunnskóla sveitarfélagsins eru full mannaðir og hefur starfsemin gengið ljómandi vel. Ekki hefur ennþá náðst að manna heimaþjónustuna fyllilega en við erum vongóð að það takist og hægt sé að sinna okkar besta fólki. Þessa dagana er verið að ganga frá ráðningu í starf íþrótta, tómstunda og menningarfulltrúa sem mun hefja störf þann 1. nóvember og eins og framkom áður að þá er viðgerðum við Hlíðará 6 lokið og með félagsstarf aldraðra í Mývatnssveit fara fram þar í dag. Eins með félag eldri Mývetninga og jafnvel fleiri hafa þar aðstöðu til félagsstarfa. Öll sveitarfélög á Norðurlandi eystra sóttu sameiginlegan styrk frá mennta- og barnamálaráðuneyti til uppbyggingar á nýju meðferðarúrræði fjölskylduþjónustu Norðurlands eystra og í byrjun september tilkynnti ráðuneytið að verkefni hefði fengið úthlutað 70 milljónir króna til launakostnaðar sálfræðings, sérfræðings og teymistjóra að hluta. Hér að ræða stórt tækifæri hvað varðar aukna velferð og farsæld barna og fjölskyldna í landshlutanum og verður spennandi að fylgjast með framhaldinu. Nú stofnun farsældarráðs Norðurlands eystra fer fram á Akureyri næstu viku og verður mennta- og barnamálaráðherra Guðmundur Ingi Kristinsson viðstaddur. Þar muni sveitarstjórar og bæjarstjórar aðildar sveitarfélagana undirrita samstarfssamning farsældarráð Norðurlands eystra sem unnið hefur verið að nokkurt skeið. Auk þess að stefnt að því að æðstu stjórnendur SAK, HSN, Lögreglunar á Norðurlandi eystra, Menntaskólans á Akureyri, Verkmenntaskólans, Menntaskólans á Tröllaskaga, Framhaldsskólans á Húsavík, Framhaldsskólans á Laugum og svæðisstöðvar íþrótta, héraða, UMFI og ISI undirriti við sama tækifæri samstarfsyfirlýsingu þjónustu veitenda ríkis og fleiri þátttöku og samstarf í farsældarráði Norðurlands eystra. Hér er stórt skref stigið í málaflokki farsælda barna og barnafjölskyldna í landshlutanum og því fagnað. Nú á fjármál- og stjórnsviði snýst allt fjárhagsáætlanagerð þessa dagana og hefur snúist hana að undanförnu og allt sem henni viðkemur. Þar má fyrst nefna endurskoðun gjaldskráa, viðhaldsáætlun, fasteigna, ný fjárfestingar og fleira. Og það er ekki fleira sem að er á dagskrá hér í dag og ég þakka fyrir. Þakka þér. Takk fyrir þetta. Næsta mál er fjárhagsáætlun 2026. Fyrir sveitarstjórnin liggur að taka ákvörðun álagningu fasteignaskatts fyrir árið 2026. Orðið er laust. Já, gerður það skal. Já, oddviti, ég held að þetta hafi komið til tals á síðasta eða næst síðasta sveitarstjórnarfundi að sveitarstjórn væri að skoða möguleika á lækkun á álagningu fasteignaskatts. Þingeyjarsveit hefur verið með hámarks álagningu langt skeið
og á sama tíma hefur fasteignamat í sveitafélaginu hækkað verulega, þannig að nú þykir sveitastjórn rétt að hefja lækkun á þessum álögum og þetta ef við lækkum núna eins og við höfum svona verið að skoða hugmyndir að lækka úr þessum 6,25% niður í 5,95%, þá erum við í rauninni að gefa eftir þá hækkun sem sveitafélagið hefði annars haft af hækkun fasteignamats núna á milli ára. Þannig að ég legg það til að sveitastjórn samþykki þessa lækkun og hún taki gildi næstu áramót. Takk. Þakka þér fyrir þetta, Gerður. Einhverjir fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, þá liggur fyrir fundinum þessi tillaga. Sveitarstjórn samþykkir að lækka hlutfall fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði í A-flokki úr 0,625% í 0,595%. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókunu íslenska skeiðmerki er samþykkt samhljóða. Næsti liður fundarins er trúnaðarmál og því þurfum við að loka fundi eitt augnablik.
Þá höfum við lokið þessu máli. Næsta mál er númer 9 á dagskrá, fjárhagsáætlun 2025, viðaukar. Fyrir sveitarstjórn liggur til afgreiðslu viðauki númer 8 við fjárhagsáætlun 2025. Viðaukin er í 2 liðum. Fyrir liður snýr að breytingu á sameiginlegum kostnaði 21-210 sameining sveitarfélaga að upphæð 24 milljónir króna. Þessi hluti viðaukans verður fjármagnaður af handbæru fé. Í seinni liði viðauka er að ræða tilfærslu milli liða í fjárfestingaráætlun 6,6 milljónir sem færðar er á fjárfestingu ársins yfir á fjárfestingu á leiguíbúðum Þingeyjarsveitar, Parhúsi að Hafralæk. Þessi hluti viðaukans hefur ekki áhrif á handbært fé. Fyrirgefðu, Parhús við Þingeyjarskóla. Þetta tók sig upp gamall og anni. Má bjóða okkur að taka til máls undir þessum lið. Það gefur sig enginn fram og því er lögð fram þessi bókun. Sveitarstjórn samþykkir viðauka númer 8 við fjárhagsáætlun 2025 að fjárhæð 30,6 milljónir króna. Fyrri hluti er vegna breytinga á sameiginlegum kostnaði 21-210 sameining sveitarfélaga að upphæð 24 milljónir króna. Þessi hluti viðaukans verður fjármagnaður af handbæru fé. Í seinni lið viðaukar að ræða tilfærslu milli liða í fjárfestingaráætlun 6,6 milljónir króna eru færðar af fjárfestingu ársins yfir á fjárfestingu í leiguíbúðum Þingeyjarsveitar, Parhúsi að Hafralæk. Þetta var miklu betra. Þessi hluti viðaukans hefur ekki áhrif á handbært fé. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skrifið merki. Þá er komið að mál nr. 10 sem er byggðastofnun, byggðaráðstefnan 2025. Fyrir sveitarstjórn liggur boð á ráðstefnu byggðastofnunar, byggðaráðstefnan 2025 sem er haldin 4. nóvember næstkomandi í Skjólbrekku í Mývatnssveit. Skráningafrestur er til og með 27. október. Ég ætla að biðja funda með hann að halda rósinni hérna, verð ekki með hann glannaskap og trufla fundinn. Vill einhver yðar taka til máls undir þessum lið og gera grein fyrir þessu? Byggðastofnun, byggðaráðstefna. Gerður Sýrlisdóttir tekur til máls og útskýrir þetta. Já, hér er að ræða byggðaráðstefnu á vegum byggðastofnunar og verður haldin í Skjólbrekku og það er náttúrulega bara mjög áhugaverð dagskrá eins og gengur að gerist, en yfirskriftin er félagslegur fjölbreytileiki samfélaga, jafnvægi, áskoranir eða vannýtt sóknarfæri. Þannig þarna verður heilmikill fróðleikur á ferð fyrir þá sem áhuga hafa á sveitarstjórnarmálum eða rekstri sveitarfélagana, og það er bara mjög ánægilegt að fá allt þetta fólk til okkar hingað í Þingeyjarsveit, og ég veit að það er verið að undirbúa skoðunarferð svona Mývatnssveitina þar sem að verið farið með gesti meðal annars í jarðböðun og mýsköpun og eitthvað víðar. Þannig að ég fagna þessu mjög og hvet sveitarstjórnarfulltrúa að mæta. Takk. Takk fyrir þetta, Gerður. Næsti liður er númer 11 á dagskrá. Barnaverndarþjónusta Eyjafjarðar, samningur Akureyrarbæjar og Langanesbyggðar, Norðurþings, Tjörneshrepps og Þingeyjarsveitar. Fyrir sveitarstjórn liggur til fyrri umræðu breyting á samstarfssamningi sveitarfélaga á Norðurlandi eystra barnavernd. Breytingin snýr að því að 2 sveitarfélög á Norðurlandi sem ekki voru aðilar að samningnum, Dalvíkurbyggð og Fjallabyggð, hafa nú sótt aðild og gildir sú aðild frá desember 2025 og út árið 2026. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, og þá er til að bókun sveitarstjórn vísar samningnum til síðari umræðu. Vonandi verður hún líflegri en þessi. Þau eitthvað sem getur ekki samþykkt þessa bókun vísar að skilja merki. Næsta mál á dagskrá er
Mývetningur, íþróttaheimili Mývetnings. Fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá stjórn Mývetnings endurbætta framtíðarsýn á íþróttaheimilinu Mývatnssveit. Íþróttaheimilinu Mývatnssveit innan svega íþróttamiðstöðin í Reykjahlíð. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Árni Pétur. Já, oddviti og geta setjast þarna fólk. Það er náttúrulega hverju samfélagi mikilvægt að eiga öfluga menn sem eru og öflugt fólk sem er tilbúið til þess að leggja á sig til þess að draga mál áfram, og þetta er náttúrulega þannig hugmynd að ég tel að það sé bara vert að skoða hana aðeins nánar og vita aðeins meira hvað menn eru að ætlast til og vilja gera. Ég held að það sé bara gott að eiga samtal við þessa ágættu forsvarsmenn áður en að við tökum einhver fleiri skref, þannig að ég held að það sé bara gott að oddviti og fari og ræði við og takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Árni Pétur. Vil einhverju fleiri taka til máls undir þessum lið? Þá ætla ég að hins vegar að gera það breyta tillögun aðeins að því ég er svo skreflatur að þá liggur fyrir fundinum fyrirgefðu með leyfi varaoddvita. Þarna það er rétt að fara aðeins svona í þetta. Þarna er að ræða hugmyndir bætta aðstöðu samhliða endurbótum. Það er að segja nýta tækifæri sem kemur við nauðsynlegar endurbætur á þaki sundlaugarhús, að skoða hvaða möguleikar væri í stöðunni varðandi betri nýtingu og meira húsrými. Þetta er bara hið besta mál, en það er eins og Árni Pétur segir, þarna þarf að ramma inn betur, og tillagan af bókun til sveitarstjórnar er þannig að við þökkum erindi kærlega og felum sveitarstjóra ásamt umsjónarmanni fasteigna að funda með viðkomandi frekari upplýsingar verkefnið. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókunin sem ekki hefur merkið það samþykkt samhljóða. Mál nr. 12 er af svipuðum toga. Skautasvelli í Reykjahlíð. Fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá stjórn Mývetnings varðar uppbygging á skautasvelli á sundlaugarreitnum í Reykjahlíð. Með leyfi varaoddvita þá fylgir erindinu svo lýsing á hugmyndum nýtingu á sundlaugarsvæðinu sem nú er ekki í notkun við að búa til og halda úti skautasvelli, og þetta er sömu mörkum brennt eins og fyrir erindi. Það er alltaf ánægilegt þegar fólk tekur sér til og finnur leiðir. Við viljum einhvern taka til máls undir þessum lið? Árni Pétur. Já, oddviti og geta setjast þarna fólk. Þarna er aftur erindi sem við erum mjög þakklátt fyrir og mér finnst hugmyndin algjörlega frábær. Ég sé fyrir mér mikla möguleika. Þetta er náttúrulega þannig að í ferðamennsku á þessu svæði og auðvitað líka bara fyrir upplifun íbúa, og þá er svona jaðartímarnir alltaf að lengjast og í þessu felast alls konar tækifæri, held ég, bara í kringum aðventu og þegar jólasveinarnir eru að störfum í Dimmuborgum, og þannig að ég held að þetta sé allra athygli verð, þessi tillaga, en auðvitað þarf að skoða þetta svona í grunninn, hvað þarf til og útfærslur og annað, þannig að ég held að það sé bara gott að þetta sé afgreitt á svipaðan hátt eins og fyrir tillagan á undan. Takk fyrir. Vil einhverju fleiri taka til máls? Svo er ekki. Þá liggur hér fyrir fundinum til að bókun. Sveitarstjórn tekur jákvætt í erindið og felur sveitarstjóra og umsjónarmanni fasteigna að funda með umsækjendum og afla frekari upplýsinga verkefnið. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vísanlega ekki merki. Áður en lengra er haldið þá ætlum ég að benda ykkur á að það er ennþá þó nokkrir sem ekki hafa tekið til máls, og það er ekki vel séð að menn sitji alveg aðgerðalausir á fundinum. En mál nr. 14 varðar skólaþjónustu, ráðningu náms- og starfsráðgjafa.
Á 29. fundi fræðslu- og velferðarnefndar var tekið fyrir erindi frá skólaþjónustu Þingeyjarsveitar beiðni að ráða inn náms- og starfsráðgjafa í 50% starf til að sinna lögbundinni þjónustu við nemendur skólanna 3. Eftirfarandi var bókað og samþykkt. Nefndin tekur jákvætt í erindið og veltir fyrir sér hvort að náms- eða starfsráðgjafi geti sinnt fleiri verkefnum innan skólaþjónustu. Nefndin vísar erindinu til sveitarstjórnar. Orðið laust. Jóna Björg. Já, takk góði við. Mér langaði bara til þess að fylgjast áfram úr hlaði síðan áðan frá því kynnti fundargerð fræðslu- og velferðarnefndar. Ég held að það sé bara mjög jákvætt fyrir okkur. Við erum með þetta öfluga skólaþjónustu, það sem við erum að veita bara framúrskarandi þjónustu. Náms- og starfsráðgjöf er lögbundin og þannig að ég held að væri eðlilegast að við reyndum að manna þetta sem allar best og það hvernig, hvort það sé að sinna fleiri verkefnum, það finnst mér bara aukaðri, en ég held að sé algjörn, ég get allan lýst því fyrir mína parta, mér finnst alveg atrið að hafa þetta innan okkar svona þjónustu og ég myndi svona síður vilja að þetta væri aðkeypt þjónusta. Ég held að þetta sé mikilvægt að þetta sé aðgengilegt fyrir okkar fólk, okkar krakka, okkar besta fólk, og ég ætlum þá bara að gera þá tillögu að þetta fari inn í okkar fjárhagsáætlun að gera það, því að það vantilega að gera ráð fyrir launum og öðru slíkt áður en við förum að auglýsa. Takk fyrir þetta, Jóna Björg. Þá vil einhverjir fleiri taka til máls. Svo er ekki. Þá leggur fyrir fundinum til að bókun. Sveitarstjórn vísar erindinum til fjárhagsáætlunar gerðar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókunni sem gefa merki samþykkt samhljóða. Mál nr. 15 kemur frá borðum skipulagsnefndar. Svartaborg, óveruleg breyting á deiliskipulagi. Á 41. fundi skipulagsnefndar var lögð fram tillaga að óverulegri breyting á deiliskipulagi Rangár í Kaldakinn. Það sem óskað var eftir að skilmálar hámarks grunnflöt gisti hýsa stækki. Eftirfarandi var bókað og samþykkt. Skipulagsnefnd telur ekki þörf á grenndarkynningu samkvæmt 44. grein skipulagslaga þar sem breytingin varðar ekki hagsmuni annar en sveitarfélagsins og eða umsækjanda. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykkja breytinguna með samkvæmt annarri málsgrein 43. greinar skipulagslaga. Með leyfi varáttunda, þannig um að ræða tiltekt og justeringar þannig að gögn séu verði betri. Þau vil einhvern taka til máls undir þessum lið? Enginn, svo er ekki. Þá liggur hér fyrir fundinum til að bókun þar sem er snakkarleg sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vísanlega skrifmerki, það er samþykkt samhljóða. Næsta mál kemur einnig af borðum skipulagsnefndar. Austurhlíðarvegur 2 Laugafiskur, umsóknum byggingarleyfi fyrir lofthreinsi fyrir turni. Þetta er nú kannski ekki rétt nefni því að turnar þurfa nú helst að standa upp úr húsum. Á 42. fundi skipulagsnefndar var eftirfarandi bókað varðandi Austurhlíðarvegur 2 Laugafiskur, umsóknum byggingarleyfi fyrir turni, en grenndarkynningu vegna byggingarleyfisins er lokið og bárust 4 umsagnir og athugasemdir frá íbúum. Eftirfarandi var bókað og samþykkt. Samkvæmt 1. málsgrein 44. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 skal skipulagsnefnd láta fara fram grenndarkynningu þegar sótt er byggingarleyfi fyrir framkvæmd sem er í samræmi við landnotkun, byggðamynstur og þéttleika byggðar í þegar byggðu hverfi. Framkvæmd kynningarinnar er í samræmi við það og snýr að byggingarleyfi fyrir miðlunartang og lofthreinsi hús við núverandi verksmiðju Laugafisks, en fjallar ekki þá starfsemi sem fer fram á lóðinni. Skipulagsnefnd fjallar því þann þátt umsagna er beinast að viðbyggingum og vísar áhyggjum íbúa vegna umhverfis áhrifa til sveitarstjórnar. Varðandi ákvörðun nefndarinnar það hverjir fá bréf, þá snýr grenndarkynning byggingarleyfis að því hvaða nágrannar gætu átt hagsmuna að gæta vegna landnotkunar, útsýnis, skuggavarps eða einsýnar.
Fyrirhugaðar viðbyggingar eru minni háttar í samhengi við þær byggingar aðrar sem eru á lóðinni. Þær eru innan við núverandi port og í sambærilegri hæð og núverandi byggingar og því ekki líklegt að þær hafi verulega áhrif á ásýnd. Varðandi ábendingum hvort framkvæmdirnar falli undir lög nr. 111 frá 2021 mat á umhverfisáhrifum framkvæmda áætlana, þá gilda þau samkvæmt stafliðum 7.08 og 7.09 í fyrsta viðauka laganna aðeins fiskimjöls- og lýsisverksmiðjur, þar sem framkvæmdir staðsett í þéttbýli og framleiðslu geta að minnsta kosti 500 tonn á sólarhring. Heimildir laugafisks samkvæmt starfsleyfi til vinnslu eru 9.000 tonn á ári sem gera 30 tonn á sólarhring og fellur verksmiðjan því ekki undir lögin. Framkvæmdin snýr að uppsetning og frágangi á lykt eyðingarbúnaði til að uppfylla skilyrði í starfsleyfi HNE. Að teknu tilliti til ofangreinds þá samþykkir skipulagsnefnd að veita heimildir til að byggja upp í samræmi við kynntar teikningar og málinu vísa til sveitarstjórnar. Orðið er laust. Árni Pétur. Já, oddviti ágæta sveitarstjórnarfólk. Þetta er auðvitað ekki langt síðan að við stóðum í þeim spórum hér að við óttuðumst að þessi starfsemi myndi hverfa frá okkur og þá var nú allnokkur skjálfti í samfélaginu yfir því. Núna hins vegar erum við auðvitað að tala um það að það er starfsemi í þéttbýli sem að menn hafa einhvers konar ónæði af og þess vegna og að því heyra flestar athugasemdirnar sem að framkoma. En það sem er náttúrulega verið að fjalla um hérna eru auðvitað viðbyggingar við þessa starfsemi sem eru til þess að reyna að koma til móts við heilbrigðisnefnd og þær athugasemdir sem að fram hafa komið. Þannig að þetta er auðvitað svolítið snúið mál, auðvitað vilja allir vera í sátt og samlyndi með þá starfsemi sem að innan sveitafélagsins er. Þannig að, já, ég held ég segi ekki meira þetta sinni. Takk fyrir. Vill ykkur fleiri taka til máls? Jóna Björg. Já, takk oddviti. Þetta er auðvitað svona eitt skref í öllu lengra ferli sem að snýðist kannski svona fyrst og fremst eða hófst með útgáfu tímabundins starfsleyfis heitloftsþurrkunar eða laugafisks eins og hann kallast að jafnaði. Það sem setta voru kröfur í starfsleyfi heilbrigðiseftirlitsins úrbætur og starfsleyfið var gefið út til skamstíma og svo framlengt og nú er það aftur að svona líða sitt skeið og kemur aftur að endurnýjun og hluta því, ég lít svo á að þetta sé hluti af úrbóta áætlun Samherja til þess að geta fengið starfsleyfi og haldið áfram með einhverja framtíð. Það er auðvitað skipta skoðunum það hvort þessi starfsemi eigi heima í byggð og það verður sjálfsagt áfram. Ég hvet hins vegar bara framkvæmda aðila til þess að kynna sér þessar athugasemdir sem hafa borist og reyna að vera í sátt við okkar nær umhverju, það skiptir máli en það skiptir okkur líka máli að hafa svona stóran vinnustaf á svæðinu. Þetta skapar atvinnu og þetta skapar tekjur á svæðinu en þetta þarf allt að geta verið í einhverju svona góðu jafnvægi. En skipulagsnefnd með þetta afmarkaða hlutverk sem er að fjalla þessu umsögn út frá skipulagsmálum og það sem að nefndin telur að þetta sé ekki það umfangsmikla framkvæmdir að það krefist einhverja sérstaka aðgerða en ég lít svo á að sveitarstjórn og bara við þurfum að taka til okkar þessar athugasemdir sem að berast að öðrum þáttum og í hvet einmitt eins og ég segi framkvæmda aðila og jafnframt kannski bara heilbrigðiseftirlit til þess að kynna sér þetta auki. Takk fyrir þetta Jóna. Gerður. Já, oddviti, ég byrjaði að taka undir
með Árna Pétri og Jóni Björgu. Þetta er stór starfsemi hér í sveitafélaginu, hefur starfað hér í yfir 45 ár eftir sem mér telst til, og auðvitað eru bara umhverfi svona starfsemi hefur náttúrulega breyst alveg gífurlega á þessum árum, þannig að ég hef trú á því að rekstraraðili sé muni sem sagt svona, hvað segir maður, nútíma væða, eða þar held ég fullur vilji til þess að koma til móts við þær athugasemdir sem að fram hafa komið frá heilbrigðiseftirlitinu, og þar verið að bregðast við með þessum framkvæmdum sem að grenndarkynningi snerist og bara svo ég ítrekki það einmitt að þessi grenndarkynning, hún snýr í rauninni eingöngu þessa, við getum kallað smávægilegu framkvæmd sem tilkomin vegna ábendinga eða krafna frá heilbrigðiseftirlitinu úrbætur. Það verið semst að vinna í úrbótum. Ég vil treysta því að rekstraraðilar muni starfa vera í góðu samráði við íbúa og sveitastjórn með það að fylgja því eftir að þessar úrbætur skili þeim árangri sem íbúar vænta, og ég hef fullan skilning á þessum óþægindum sem að starfsemin veldur íbúum í næsta nágrenni verksmiðjunnar, og vona svo sannarlega að okkur takist í góðu samstarfi að gera þetta þannig að verksmiðjan muni geta starfað hér áfram í sátt og samlyndi við umhverfið. Takk. Þakka þér fyrir þetta, Gerður. Einhverju fleiri sem að taka til máls? Árni Pétur. Já, ODT ágæta sveitarstjórnarfólk. Kannski bara eitt sem ég glemdi að minnast á áðan, og það að þakka fyrir innkomnar athugasemdir, vegna þess að þrátt fyrir athugasemdirnar snúi nú ekki allar að beinlínis að framkvæmdinni sem var verið að kalla eftir athugasemdum heldur sumar hverjar þeirra meira að starfseminni í heild sinni, þá það mjög mikilvægt að þessi rödd heyrist og við gerum okkur grein fyrir því hvaða annmarkar eru á og hvaða nauð íbúarnir hafa af því sem er nálægt þeim og í kringu þá, og það náttúrulega ekki hægt að bregðast við eða taka samtal eða reyna að finna leiðir til úrbóta nema akkurat að við vitum hverjar áhyggjur og umkvartanir menna eru. Þannig að þetta eitthvað held ég sem bara ágætt og mikilvægt fyrir okkur sem samfélag að taka samtalið áfram. Ég til dæmis hefði sjálfur ekki gert mér grein fyrir öllum þeim liðum sem komu fram í þessum athugasemdum að það væri eitthvað sem væri til staðar eða væri raunverulegt. Ég til dæmis gerði mér ekki grein fyrir hvað væri mikið áhæðastarfseminni. Þannig að ég held að þetta sé bara gott tækifæri fyrir okkur og veganesti til þess að taka áframhaldandi samtal bæði við framkvæmdaraðila sem og íbúa. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Árni Pétur. Einhverju fleira sem að taka til máls? Svo ekki þá lengur hér fyrir fundinum bókun. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulagsnefndar og felur bingafulltrúa að gefa út bingaleyfi. Sveitarstjórn telur mikilvægt að öll starfsemi sé í sátt við nærumhverfi sitt og á það líka við starfsemi Samherja á Laugum. Sveitarstjórn vísar umsögnum þeim sem bárust en snúa ekki að umræddum viðbyggingum til umhverfisnefndar til umfjöllunar. Mikilvægt að finna leið til þess að virkt eftirlit sé með starfseminni og samtal sé við íbúa svo sátt sé við nærsamfélagið. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun sem að skefið merki, það samþykkt samhljóða. Næsta mál samstöðufundur á Breiðumýri, kröfur kvenna ársins 2025 og samstaða. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar
erindi frá undirbúningshópi samstöðufundar á Breiðumýri varðar kröfur kvennaársins 2025 og samstöðu. Vil einhver taka til máls undir þessum lið? Ef það kom ekki 2-3 konur núna þá er ég bara svektur. Jóna Björg. Já, takk Oddviti. Nú, mér langar bara til að nýta þetta tækifæri. Ég fór nú stuttlega yfirferð í yfirferðu fræðslu- og velferðarnefndar þar sem að nefndin einmitt hvatti sveitarfélagið til þess að taka þátt og hérna hefur borist áskorun frá undirbúningshópi samstöðufundar sem verður haldinn á Breiðumýri á morgun, samstöðufundar á Kvennári og fundurinn hefst klukkan 2 og í áskoruninni er sveitarstjórnin skorað á sveitarstjórnin að kynna sér kröfur kvennársins svo voru kynntar fyrir ári síðan inn á kvennári.is og kröfurnar endurspegli grundvallamáli jafnrétti kynjanna, launajafnrétti, tækifæri til atvinnu og fjölskyldulífs og öryggi kvenna og kvára í samfélaginu sem á almennu réttindi og vernd minnihlutahópa og að lokum skoraði svo undirbúningshópurinn á sveitarfélagi að loka stofnunum sín klukkan 1 á morgun í samstöðu með konum og kvárum hvetja til þátttöku og taka þátt í samstöðufundi á Breiðumýri á morgun klukkan 2. Öll velkomin. Takk að þér fyrir þetta, Jóna Björg. Einhverjar fleiri sem vilja takk hérna? Nei. Guðrún Tryggvadóttir. Já, Oddviti, góði fundarmenn. Bara svona því að það var verið að kvæta til ekki nú til máls. En bara, það var þáttur í sjónvarpinu á, hvenær var hann? Sunnudagskvöldi. Þannig ég myndi hvetja menn til að horfa á hana því að við erum alltaf gott að skoða söguna og svo er kannski ágætt að horfa á kvenfólk sem að hver voru það? Hundur í óskilum var með til að minna okkur á einmitt hversu lítil árangur hefur í rauninni náðst. Þannig að skoðu söguna, horfið á þennan þátt og þetta leikrit við kvöðstíða og bara allir með. Takk. Takk fyrir þetta, Guðrún. Vil einhverju fleiri taka til máls um þetta? Með leyfi varaoddvita. Þá er þetta auðvitað mál sem þarf að halda gríðarlega vel á lofti og ekki kannski síst í ljósi örari þjóðfélagsbreytinga. Þannig að þetta er þakkarvert framtak. Þá er til að bókun og hún hljóðar svo: Sveitarstjórn þakkar erindið og hefur þegar brugðist við óskum undirbúningshópsins með því að auglýsa lokun stofnana sveitarfélagsins klukkan 13 á föstudag. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þetta er hendar lánum bara fram til kynningar. Næsta mál er Kvenfélag Mývatnssveitar umsagnarbeiðni tækifærisleyfi. Slægifundur fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar umsögn sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs vegna umsóknar Kvenfélags Mývatnssveitar tækifærisleyfi vegna slægifundar 18. október síðastliðinn. Þetta er lagt fram hér til kynningar en Oddviti leyfir sér að benda á að sviðsstjóra hefur kannski ljáðust að geta að nefna mögulegt vanhæfi með grunar hún sé í þessu félagi. Nei, hún neitaði í alfæri. Jú, ég er í félaginu en ekki nefndinni. Ekki nefndinni, nei. En þetta var nút úr mál nr. 19 er Brynjar Árnason umsögn vegna gistileyfis í Klambraseli fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar umsögn sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs varðandi umsókn Brynjars Árnasonar gistileyfi í Klambraseli lagt fram. Mál nr. 20 er Sólkistan EHF umsagnarbeiðni gistileyfi fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar umsögn sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs eða SFS eins og verður hér kallaður eftir varðandi umsókn Sólkistunar EHF gistileyfi lagt hér fram til kynningar.
Lið nummer 21, Kvennaverkfall 2025. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar tölvupóstur frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga þar sem þeim tilmælum beint til stjórnenda sveitarfélaga þeir komi til móts við konur og kvár þar sem því verður viðkomið og skapi eftir bestu getu aðstæður á starfstað og í starfsemi til að sem flestir komist á boðaða samstöðu fundi. Í þeim tilvikum þar sem það ekki hægt starfseminar vegna þeim tilmælum beint til stjórnenda að þeir leiti leiða til að konur og kvár geti með öðrum hætti sýnt samstöðu. Hér lagt fram. Þá komið að síðasta máli sem Flatey bekkir að gjöf. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar erindi frá Framsýns stéttarfélagi en stjórn Framsýnar samþykkti fyrir á árinu að festa kaup á nokkrum sætisbekkjum sem komið verði fyrir í sjávarbyggðum á félagsvæðinu, Húsavík, Raufarhöfn og Kópaskeri. Einnig var samþykkt að koma upp bekk í Flatey og við tungulendingu á Tjörnesi en þaðan var rekin blómleg útgerð og fiskvinnsla á sínum tíma. Bekkinir eru gefnir í tilefni kvenréttindadagsins þann 19. júní af virðingu við konur sem mist hafa ástvini sína í greipar ægis. Lagt hér fram til kynningar. Fleiri mál ekki á dagskrá. Hvað segirðu? Þakka fyrir, já, þakka fyrir okkur, já, það er rétt hjá ábendingu sal, það er Flatey hluta Þingeyjarsveit og þakkar vert að henni sé gefin gaumur á þennan hátt. Fundi slitið.